Hefja þessa kveðjustund á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, þú sem ert Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, við biðjum það að hjálpa okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinn og kærleika. Við biðjum þess fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen.
vissulega standa orð sem stundum eru kölluð óðurinn til kærleikans. Hjá kveðjustundu þá hann okkur ofarlega í huga. Postulinn segir: kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega og leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki og ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Treystum okkur til, skulum rísa á fætur og heyra heilagt Guðsorð. Jesús segir: allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Ég stígi niður á himni ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar í heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem varðveita í sínu hjarta. Ég þakka þau ár sem ég átti, þá auðnu að hafa þig hér
Og það er svo margt að minna svo margt sem huga minn fer. Þó þú sért horfin úr heimi, ég hitti þig ekki hríð, þín minning er ljós sem lifir og lýsir ókomna tíð. Það er ætíð þannig þegar okkur setur hljóð þegar við heyrum þá harma fregna einhver sem við elskum eða þykir vænt sé látinn. Það er engu líkar en að tíminn stöðvist, sólin standi kyrr, allt verður svo óraunverulegt. Það er þessi líðan sem gjarnan fer okkur þegar við missum þá sem okkur þykir vænt. Og upp frá þeirri stundu þá verður óhjákvæmilega sorgin lífsförunautur okkar. Hún breytist þó og þroskast með tímanum en hún hverfur aldrei úr þessu lífi okkar. Við upplifum sorg og söknum vegna þess að við erum manneskjur sem elskum og finnum til. Við finnum vel vanmátt okkar í þessum aðstæðum, í okkur bærast tilfinningar sem við ráðum ekki við, jafnvel margar í einu sem að gera það að við getum fundið til í öllum líkamanum, ekki bara hjarta og hug. Og á stundum er það svo að líðanin verður nánast óbærileg. Sorgin og söknuðurinn eru eðlileg viðbrögð við missi og þessi líðan sem við upplifum á mismunandi hátt. Engin tilfinning er röng og allar tilfinningar sem upplifaðar eru við þessar aðstæður eiga rétt á sér. Þó svo á hverju stundu séu við sorg, þá er á þessari stundu líka